Komiði sæl og verið velkomin í Klefan. Í Klefanum þá talar allt íþróttafólk sama tungumálið. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangur. Gefum Silju Úlfars orðið. Eygló Fandal Sturludóttir 23 ára læknanemi sem æfir og keppir í ólympískum lyftingum. Hún hefur náð alveg stórkostlegum árangri í ár 2024 og ég vil alltaf segja að hún sé bara rétt að byrja. Hún keppir í -71 kg flokki og á einmitt öll Íslandsmetið þar og ég ætla að segja ykkur hver Íslandsmetin eru því þetta engar smá, ég ætla að segja vegalengdir, þetta engar smá þyngdir. Snörun 106 kg, clean og jerk 133 kg og samtals 237 kg. Þetta allt rétt? Ég var að bæta mig bara fyrir viku, þannig að þetta búið að hækka. Ok, hvað ertu með í snörun? 107 á móti. Ok, og clean og jerk? 133 ennþá og samanlagt 239. 239. Held ég. Ok, þetta samt geggjað. Herðu, en já, við ætlum að spjalla aðeins þetta stóra keppnisár, æfingarnar, námið, fáum hana til að gefa okkur tips and tricks í lyftingunum og svo bara hvað framundan. En að sjálfsögðu áður við byrjum þá ætlum við að þakka samstarfsaðilum Klefans. Auður, það sparnaðarreikningurinn sem allir eiga. Þar viltu geyma sparnaðinn. Það borgar sér svo sannarlega ávaxta með auði, hefur aldrei verið einfaldara og ekkert mál að stofna reikning. Þú getur gert það bara meðan ég les auglýsingarnar. Lemon með ferskan og hotla mat og góðu valmöguleiki fyrir fólk sem að huga að heilsunni. Núna eru komnar 2 jólasamlokur, chili turkey og jólaskinkan. Ég hvet ykkur til að kíkja við og prófa. Ert þú lemon girl? Já, ég líka búin að sjá þessar auglýsingar af þessar jólaskinku og lítur ótrúlega vel út. Já. Ég verð að fara að prófa. Já, við verðum að gera það. Hafið fiskverslun, fiskurinn próteinríkur og góð næring, bara alls ekki gleyma honum. Og hafið með 2 verslanir í Hlíðasmára í Kópavogi og Spönginni og það svo mikið úrval. Ert þú duglega bara fisk? Já, ég reyni það. Já. Og svo Nutrileng, smyr og mikið liðin á aðstoð við að byggja upp brjóski aftur, hendar líklega kannski okkur gamla íþróttafólkinu meðal annars en þú kannski kynnist í einhvern veginn setna. Já, vonandi bara mjög setna. Ok, þá lætur mig hljóma eins og ég sé alveg 1.000.000 ára. Ég vona bara að liðinni mínu haldi skóðir eins lengi og mögulega hættir. Já, mér líst vel að það. Já. Herðu, en velkomin í Klefan. Takk fyrir. Herðu, 2024, við erum semst að taka þetta upp núna miðjan desember. Þetta var stórt ár hjá þér. Já, mjög stórt. Mjög stórt, Norðurlandameistari, Íslandsmeistari sjálfsögðu, Evrópumeistari undir 23 ára, 4. sæti á HM og mjög nálægt Ólympíuleikunum. Já. Já. Herðu, en hvað æðir þegar þú varst yngri? Ég var í 5 leikum. Ávalda 5 leikum fyrst og svo skipti ég hóf-5 þannig til ég var 16 ára og svo 16-17 og svo skipti ég yfir CrossFit. Já. Og svo jólin 2020 þá skipti ég yfir ólympískar lyftingar og finn mig svona rosalega vel þar. 2020? Ok, en varstu góð í 5 leikum? Bara, ég var bara fín. Já. Ég var ekkert best á landinu en ég fór á NM með hófumleikunum og var í einhverjum svona, úrtökuhópum og eitthvað svona, en ég keppti aldrei á nefnum alþjóðlegum mótum, ekki áhaldafumleikum, sko. Nei. En ég var bara ágætt. Nei, en ok, þú er kannski heppin að fara í ólympíska því, annars ég ætla að segja að það kannski hægt að prófa frjálsar. En og hvað segir það? Þannig að þú fer í CrossFitið og þar finnur þú bara að ólympíska líka vel við þér. Já. Það eru náttúrulega ólympískar lyftingar inn í CrossFitinu og þegar ég var í CrossFit þá langaði mig að verða rosalega góð í CrossFit og mér langaði bara CrossFit Games og maður fór svolítið svona all in í þetta en það var bara alltaf, mér fannst skemmtilegasti hlutin var bara ólympískar lyftingarnar að snara og klína dörka og ég hef alltaf verið frekar sterk bara svona, náttúrulega einhvern veginn. Þannig ég keppti oft á ólympísku lyftingamótum bara samhliða CrossFitinu. Bara ef ég sá einhver auglýsingu að það væri mót þá bara stökk ég á það og bara hafði bara svolítið svona gaman að því. En svo var það þarna jólin 2020 þar sem ég keppi á NM úlinga bara hérna heima því það var COVID þannig það var svona Zoom mót Þannig ég keppi þar og verð Norðurlandameistari og þá ákveð ég að gefa svo kannski svona aðeins meiri séns að hvíla CrossFitið, fara aðeins lengra inn í ólympískar og svo bara hef ég ekkert skipta aftur. Ég ætla alltaf að skipta aftur bara svona seinna en það er ekki að fara að gerast núna, Núna er ég bara all in í ólympísku lyftingum. Herru, ok, smá fyndið því að ég svona
endaði frekar óvænt í frjálsum Já, og ég fer á Norðurlandamót og kemst á pall Já. og þá ákvað ég Já. að snúa mér alfarið að því. þetta mikil hvatning, maður fær svona ok, þú veist, ég kannski get alveg gert eitthvað meira. Og líka bara, þú veist, eitthvað, ég er ekki búin að vera 100% í þessu, Nákvæmlega, fullt að tækifærum. nákvæmlega. En hérna, bara ólympíska lyftingar, þetta eru 2 keppnisgreinar. Já, Fyrir í kraftlyftingum eru það 3, er það ekki? já, en í ólympískum er það bara 2. Og það er snörun og svo clean og djörg. Já, Ef við förum bara svona aðeins yfir þetta, ertu með eitthvað búnað? nei, ég er í sérstökum lyftingaskóm Já. sem eru með svona aðeins uppbækun undir hælunum. Já. Svo má maður keppa með hnélífar og belti. Langflestir klína og djörka með belti. Já, ég skil það mjög vel. Já, bara svona aðeins, maður þarf bara aðeins að finna svona stuðning og svona stabíl. Já. Og ég nota líka úllisafninga. Fer það líka yfir stöngina? Nei, bara utan úlið minn. Þú verður að halda alveg sjálfur utan stöngina. Engin böndleif eða svona strappar. Það er svo næs að hafa þau. Já, það myndi vera mjög næs, sko. Herðu, en hvernig eru reglurnar í keppninni? Það er hvað, 3 tilraunir? 3 tilraunir í snörun Já. og 3 í klín og djörg. En þú náttúrulega hittar upp og svo ertu bara eitthvað svona, herri, ég ætla að byrja upp á stingdi mín er þessi þyngd. Já, þannig að þú fær í viktun 2 tímum fyrir mót. Já. Og inn í viktuninni þá segiru, þá skrifar á blað hvað þú ætlar hvað þú vilt að fyrsta lyftaðinn sé þung. Já. Og svo er bara farið í réttri röð, þannig að stöngin þyngist alltaf á mótinu og þú þurft að bíða þannig að stöngin er orðin eins þung og þú sagðist vilja hafa. Já, í þinni þyngd Já, bara. já. Okay. Þannig að það eru 10 hópa að keppa og einhverjir eru með fyrstu lyfti 50 og þú sagðist alltaf að taka 70, þá þarfst að bíða þannig að stöngin hækkar og hækkar alveg upp í 70 og þá kemur þú inn og tekur fyrstu lyftina þína. Og já, 3 tilraunir. En á hverju byrjiði á snörun eða? Já, við byrjum á snörun. Já, og svo þannig að þú tekur 3, þannig að þú ræður hvað þú hækka mikið á milli. Já. Og svo er bara tekin hæðsta, þyngsta. Já, hæðsta sem þú náðir. Ok. Og þú fær mínútu frá því að þau setja lóðin á stöngina og þá segir einhver stöngin er klár, þá hefur mínútu til að koma upp á stönginni og lyfta. Okay. Og ef þú rennur út á þessar mínútu þá lyfta nógilt. Og svo er keppt í flokkum og þú ert í mínus 71 kíló flokki. Er þetta margir flokkar? Já, þeir eru frekar, ég held að það sé 10 í heldina. Já. Léttast er 45, hvernig megin, undir 45, já. Shit, það er bara eins og kálfin á mér. Ég veit það. Og þyngsti er sem sagt plus 87 kíló. Já, ok. Og nú kemur úr 5 leikum, er þetta ekkert óþægilegt að vera eitthvað að tala um þyngdir eða vandist að fljótt? Það var pínu óþægilegt fyrst, en núna er maður alls ekki tveimur að tala um líkastingt. Það er ekki vandamál, sko. Nei. Og einmitt, þú veist, maður lappa bara á mótum og maður spyrir hvert þungur og já, ok, eitthvað, og hvernig gengur það, þú veist, þetta er bara ekkert mál. Þetta er bara lingóið þarna, sko. Já, algjörlega. Ok, en veistu hvað, mér myndi langa að vita, sko. Hvað getur hlaupið hratt 30 metra? 30 metra? Já. Við þyrstum eiginlega að taka tímana þess. Já. Út af því, sko, ég veit að 60 metra tíminn væri ekkert geggjaður, en út af því að það er svo mikill power að þá, þú veist, bara gunna á 30 já, meiri sér örglega, sko, því að það var alveg fyndið þegar ég var að keppa í spretthlaupi og þá voru kastarnir stundum, þú veist, það var þeir náttúrulega bara ógeðslega sterkir og tóku stundum stört með mér og ég var alveg í vandræðum að vinna þá, sko, því að þeir bara, þú veist, það er svo mikill power, sko. Já, ég væri til að sjá líka. Þú þurfum kannski að testa þetta einhvern veginn. Já, ég á tímatökugræður, við bara förum í þetta. Já. Heyrðu, en sko, tæknin, og mér langar þá kannski bara að byrja þess á snörunni. Já. Og þú veist, hvað myndir þú segja að vera svona mikilvægstu eiginleikarnir í snörunni? Ég ætla að hvað að drekka þetta? Já. Já, þú má tala. Vá, takk fyrir. Ég veit ekki, mikilvægast eiginleikarnir. Nú hlýtur að þurfa að vera liðu í mjöðmannum. Herru, já, liðleiki. Já. Maður þarf að vera mjög liður til að geta, þú veist, þá myndi prófa bara með stöng yfir höfuð og reyna að setjast í þessu stöðu. Þetta er ekkit þægilegt, þú veist, fyrir venjulega manneski að sitja í og maður er alveg styrður en maður hefur ekki gert þetta áður. Og þegar ég var að byrja, þá fannst mér þetta bara eitt af óþægilega sem ég gerði og bara vera í þessari bottstöðu, að því
bara þetta tegir á öxlanum, þetta tegir á bakinu, þetta meðmyrnar, öklarnir, en sumir eru bara náttúrulega mjög liðir, sko. En þú ert að koma úr 5 leikum samt, sko. Sko, en þannig máli, já, mjög liður í splitt og spíkandi, eða þú veist, það er bara allt önnur hreyfing. það er bara allt annað, svo kom einhverju öklar og meðmyr og maður er bara eins og spýtukall, sko. Já, áhugavert. Já, en þú veist, en það kemur bara með tímanum, bara því meira sem er að hreyfa sig og þú veist, þá bara kemur leiðileginn, sko. En sko, þú veist, þegar þú ert að fara í þessu stöð, ert að grípa stöngina alveg niðri? Já, þess að þú ert með svona frekar vítt grip, tóðar hana frá gólfi, allavega upp í mjöðum og svo frá mjöðminni þá ætla að sprengja hana upp og þegar á meðan stöngin er að hreyfast upp, Það finnst að horfa á okkur, þurfum bara að lýsa þessu. á meðan stöngin hreyfist upp, þá ert þú að Fara undir hreyfa þig stöngina. niður og svo þá ert að hitta þetta stöðu og grípa hana á réttum stað. Já. En þurfið þið alltaf að fara svona neðarlega, Nei, er það bara tækni? ég mætti alveg, þú veist, ef ég vildi ef maður væri það sterkur að ég geti lyft 100 kílóum og gripið hana bara nánast upprétt, þá myndi maður bara gera það en þetta er bara upp á frá mjöðum og upp, bara hversu hátt getur sprengt hana og svo er þú að drífa það undir á meðan hún er í loftinu áður en hún byrjar að fara niður aftur. Þannig að, þú veist, ef þú ert að nota meira krafti, þá er þetta náttúrulega svona power snatch. Já, Þetta er náttúrulega, það er alls Já. ekki sami hluturinn. En það er bara oft svo bara minni þyngd sem maður getur með það þannig að þú veist, þá velur að fara niður í hnébeiðina bara til að lyfta meira. Já. Ok. Ég var nefnilega góð í power Já. snatchinu, sko. Það er svolítið mikið í frálsum, Já. annað power, bara upp á sprengikraftin og allt Já. það. Svo segir maður, svo vill maður fara aðeins neðar og þá bara fyrir allt. Já, það missir ég bæði, sko. Það er erfiðara, sko. En maður þá bara átt að segja á hreyfingunni. Og svo um leið að maður fattar hreyfinguna, þá getur þú lyft meira í þessum skottliftum en Já. Hann er alltaf ógeðslega gaman að lyfta þungt, sko. ég veit það. Það er hérna, já. En þegar, sorry, hvað það svo? Nei, ég segi, þú veist, ég var alveg sterk, ég man að mér fannst sko 75 kíló væri bara ekkert mál og eitthvað svona, þú Já. veist, þannig að þetta, já. Einmitt. Já. En ég man að þegar ég var að byrja, fyrstu móti mín, þá poweraði ég. Já. Er það ekki svona það sem maður gerir fyrst? Jú, langflöfstum bara finnst það þægilega. Bara meðan þau eru að fá aftur að segja á hreyfingunni og svona, bara, já. En hvað villur gerir fólk yfirleitt svona? Hvað er það svona sem maður þarf yfirleitt að leiðrétta mest? Í snatsinu, Já. þá sér maður oft fólk fara svolítið upp á hælana og tærnar, þú sér Já, það svona lyftast. vinkaðir upp í lofti og svo sko, Þá ertu að missa náttúrulega jafnvægið aftur að já, bak. svolítið og svo þegar þú ert á leiðinu upp að í rauninni missa rassinu upp og þá ertu svo mikið hangandi yfir og þá svona lemur henni í mjöðmina og svo lemur henni frá þér í Út. gagsta, skilur, til að svara hreyfingunni. Já. Þannig að hún fer svo mikið að þér að þú hendir henni frá þér og þetta verður svolítið svona sveiflótt Já, því hreyfing. hún ánáttúrulega bara að fara beint upp. Helst. Þú veist, þú átt að geta staðið bara hann að hliðina Já, og hann bara má ekki rekast yfir. strikbeint og þú hreyfist í kringum stöngina. Já. Það er svona hið fullkomna en er svona Já, ég skil í það. grófum dráttum. En hvaða æfingar getur þú gert svona til þess að bæta þig í snörun sem er náttúrulega ekki snörun? Já, sko, þú getur gert overhead squat, Já, þú getur gert snatch pull, já, þú getur gert drop snatch, þá er stöngin á öxlamninum og þú í rauninni bara droppa niður og grípur hana, þú veist, þetta er svona til að líka, að því maður þarf líka að vera pínu hugrakkur, já. þú veist, já. þú þarf bara svolítið að hafa hausinn í það að þóra að henda þér undir þessa þyngd, þannig að mjög margir held ég eru líka svona að díla við það að vera bara svolítið hrættir við stöngina og þyngdinar. Já. Þannig það getur allt svona hjálpað. Þú getur gert muscle snatch, þú getur gert tall snatch, þú getur gert shots press, það er alls konar æfingar til að hjálpa. En þarftu að gera einhverja sérstakar axlaræfingar því að nú er þetta, þú veist, svolítið álag eða er það bara í þessu öllu hérna? Sko, allan fyrir mitt þetta er það bara í þessu öllu og ég líka fíla mjög mikið bara endurtekningin, þá verður þú betri, þú veist, þannig að ég líka fíla bara að gera mikið að snatsi og verða betra þannig, eða þú veist. Já. En allar svo auka æfingar, það hjálpa mjög mikið við að átta sig á hvernig þú vilt síðan gera þetta snats aftur og aftur og aftur og aftur. Ég veit. Og svo er náttúrulega bara liðleiki með mömum og í öklum. Já, og það er eitthvað sem kemur, þú veist, ef þú byrja bara með stöng og byrja bara að hreyfa þig og, þú veist, ég er ennþá að bæta liðleika minn, þú veist, 4 árum setna, þá er ég ennþá að finna að ég er að verða liðari og liðari og mér finnst þessar stöður þægilegri og þægilegri. Þú veist, þú sér bara muna mér frá því fyrra og núna, allt í einu frontskoti mitt lítur betur út og ég held að eftir ár þá mun það líta ennþá betur út og það mun halda þannig áfram því að maður er alltaf að bæta sig og þú veist, verða betur og betur í þessum stöðum.
en það bara svolítið svona marathón, sko, maður þarf að hafa þolinmæði í það. Vá, hver alls ekki þolinmæði? Nákvæmlega, ekki ég allavega. Nei, bara ekkert íþróttafólk. Nei, það er ég bara held að allir ekki, sé óþolinmæður, sko. það er ekki í orðabókinni. Herðu, en clean and jerk, ef við förum svona, þú veist, yfir þessar kannski sömu áherslu þar, þú veist, hvað er mikilvægt þar í clean and jerk? Þá er það er mjög svipað, skilur bara, En svo er þetta að lenda á öxlunum að þér, já, olbúa fram, já. það er oft líka svolítið svona, Þessi frontrakk staða getur verið mjög erfið fyrir Já. marga, hún var mjög erfið fyrir mig. Þú veist, ég er ennþá sleppi svolítið puttanum, ég get ekki haldið alveg Já. stöngina, ég sleppi. Af því að bara, þú veist, brjóstbaki og axlina er ekki ennþá alveg það liðvara að ég geti það, sko. nei, Þannig að þú veist, það er aftur bara liðleiki. Það er, sko, þetta er alltaf bara sama, bara liðleiki, snerpa, smá styrkur og eða þú veist, en er einhverja svona sérstaka villur sem fólk gerir í þessu? í klíni. Já, eða veist, klíni eða jerkið eða Mér sykurlagi. finnst, allan það sem ég hef séð, mér finnst fólk eiga auðveldara með klín, heldur snats. Já, Og auðveldara með að átta sig á já. þeirri hreyfingu. Mér finnst ekkert vera neitt svona, ekkert sem að ég kannast við, en svo er náttúrulega ég er ekki þjálfari, en þú veist, mér finnst meira svona klassíska villur í snatsinu. Það er líka, það er, þú veist, það virkar einfaldara, Já, út af þetta er bara frá A til B, Já. en þarna ferðu í clean og jerk, þá ertu fyrir A, stoppar í B og ferðu Já. svo í C, en það er samt miklu þægilega. Miklu, ég veit það. En þú veist, klíni er svona fólk á auðvöld með, þetta er bara deadlift sem þú síðan einhvern veginn Já, kemur upp á axlir. einmitt. En svo kemur jerkið. Þar er fólk kannski að missa olbóna niður, Já. þú veist, það er svona að þú dippar pínu, Já, þú tekur svona pínu, þú beigðir smá og svo springur upp. einmitt. Og þá oft í dippinu, þá dettur fólk annarkvort í tætnar Já, of mikið og þá fyrir stöngin fram. já, Eða þá dettur í hælana og einhvern veginn, þú veist, það er bara svona, þú veist, það fer vitlaust niður og svo missir það bakið. já, einmitt. Og þá er svolítið erfitt að alltaf springin upp þegar þú ert komin í svona keng. Já, Þannig að maður þarf að vera með sterkt bak, halda olbónum uppi, finna rétta dippið, þú veist, og dippa niður á réttum tíma eða svona réttum dippið, stað. er það þegar þú ert að svona taka á mót og fara upp? Já, þá svona beigir pínu nýjan Já. og svo springir upp. En þú mátt alveg stoppa, koma þér fyrir og áður en þú ferði Já, í jerkið. já, en það er samt, það þarf að vera mjög greinilegt, þetta er eina reglunum sem sagt, er að þú mátt eftir klínið svona aðeins lyfta stönginu upp og laga gripið. En ef ég myndi taka dippið og hætta við að djörka, Já, þú veist, ef að Þá dómarnir ertu sjá, brát. já, ef þeir sjá að ég ætlaði mér að djörka en ég hætti við, þá má ég ekki fá hann sens. nei. En ég má taka þetta litla dipp, laga stöngina og svo aftur, en það þarf að vera mjög augljóst að ég gerði það til að laga gripið. Og svo er maður bara 3 tilurinn, það verður Já, já. ótrúlega. En þau sem eru í þessu olímpísku lyftingum, eru þau góð í uppbyggingum? Ég er bara eitthvað að hugsa, þú veist, þau eru að lyfta upp, ef maður er góður að bara allt í einu pæling, sko. Sko, ég er það allan ekki. Nei, Þannig, en ég veit það ekki. Þú veist, sumir æfa mjög mikið uppbyggingar með. já, og Ég þetta geta- ég voru að pæli þegar þú ert með stöngin, hún er framan að þér, Já, og svo áður hún ferði í, þú veist, dippið Já, og lyftir upp, já. sko, þú veist, og þegar maður þarf að halda. já, Já, bara pæling, þetta er pæling. góða pælingar. Góð pæling. Mjög góða pælingar. Herðu, en hvernig er svona venjuleg æfingavika hér? Hún er alltaf mjög svipuð. Já, Eða bara Ertu með eiginlega svona bara sama algjörlega öllum dag bara? Já, Já, segðu mánudagar eru, ég æfi 5 daga í viku. Mánudagar eru svona semi-þungir dagar. Það sem ég fer upp í svona freka þungaliftur en ekki alveg svona max dagsins kannski einni liftur frá því að vera max dagsins. já, Þannig að það, þú veist, og mér finnst það að vera svona æfingin sem ég nota til að vekja mig fyrir vikuna, aðeins að svona setja tónin. ok. Svo kemur þriðjudagar, það er mjög létt æfing, það er bara muscle snatch, power clean og front squat. En Það er- þungt eða bara svona... Mjög létt. Ok, bara tækni þá meira. Já, allan á mjög létt snatch, eða Já. þú veist. að ég Hvað er taka mjög létt snatts hjá þér? Svona 65 muscle snatch. Ok, Prósentulega, eða svona, þú veist, út frá mínu lyftum, þá myndi ég segja að það er frekar létt. Það er bara svona aðeins til að hreyfa sig, finna ennþá svona bara, þú veist, finna staðsendingar og svona. Svo tek ég þungt power clean til að á þriðjudegi. á þriðjudegi, já, þungt power clean og front squat, oft þungt front squat líka. Já. Og þetta er í rauninni, þessi æfing
er gerð til að preppa fyrir miðvikudagsæfinguna. Einmitt. Þú veist, þannig að, Svona eru íþróttunar. já, Það er tilgangur fyrir öllu. það er mjög mikið tilgangur fyrir öllu og þú veist, ég finn bara að þetta hjálpa mér að eiga betri æfingu á miðvikudum og miðvikudagar eru þungir dagar, þar sem ég tek bara vinn mig upp í þunganás í snörun og þunganás í clean and jerk, Já, bara bæði. bæði. Já. Ég snara á clean and jerka saman alltaf, allar æfingar. Já. Sumir brjóta þetta upp, Já, skilur ég var Já. forvitin það einmitt. en mér finnst fínt að gera og þjálfarinn minn hefur alltaf þjálfað mig þannig og mér líkar það mjög vel, sko. Ok. Um, Svo 5 dagar. svo 50 dagar frí, eða svona active recovery dagar. Já, hvað gerir aktíri? Þú veist, ég fer út að labba í Heiðmörk. Já. Fyrir mér það mjög næs, skilur, ég þarf voða lítið til að þú veist, náttúrulega ég er svo rosalega sérstakri æfingu Já. að fyrir mér bara út að labba í klukkutíma er bara mjög gott, bara svona blóðflæði, líða vel, þú veist, ég get líka farið upp í Cross Reykjavík þar sem ég æfi, kannski taka smá hjól, en ofta er maður bara orðin, þú veist, eftir 3 daga þar sem mánudagar voru frekar þungir og miðvikudagar var mjög þungur, þá er maður bara orðin svolítið þreyttur. Já. Það er fínt að taka 50 daginn off, en passa bara að gera ekki neitt, þú veist, ekki neitt. Nei. Því þá er maður alveg búin, þú veist, maður verður að halda sér. Maður verður að hafa eitthvað svona tension Já, í líkamanum. já. Að ég finna bara, ef ég myndi taka 50 dag og bara sitja heima og gera ekki neitt, þá væri ég bara eins og einhver... Sulta. Já. Það er ekki gott. Nei. Föstudagar eru gerðir bara til að preppa fyrir laugardaga síðan og það er mjög svipað, það er bara, þú veist, það er snats, ekkert bilaþung, bara, þú veist, vekja sig. Svona eins og þriðjudagsæfingin. Já, nema aðeins þyngri en þriðjudags. Ok. Oft kannski líka á föstudum voru kannski að snara af blocks eða svona aðeins öðruvísi. Já. Og svo koma laugardagar og þeir eru þungir eins og miðvikudagar. Laugardagar og miðvikudagar eru þungudagarnir og hinar æfingarnar eru svolítið gerðar til að vera sem best stemdur fyrir þær og auðvitað vinna í tekní og allt það á milli. Okay. Þetta er svona típist, það er bara í móta, þú veist, það er bara móta season og ég er frá að keppa eftir nokkra vikur. Já. En svo er þetta allt öðru sem núna þegar ég var að koma heim á HM, þá erum við miklu meira voljúmi, eða sérst, fleiri reps, kannski aðeins léttari en mjög mikið að repum, bara styrkja. En sunnudagar? Þeir eru alveg off, líka, það er hvíldadagar. Og gerur það ekkert? En þá reyndar fyrir ég alveg líka út að labba. Já, einmitt, Þú veist, Út að labba, en hvað ertu á svona löngum æfingum? 3,5 tíma. Já. Já. Hver er þjálfari? Hann heitir Ingi Gunnar Ólafsson, landsliðsþjálfarinn í Ólympísku lyftingum. Og er hann alltaf með þér? Hann er með mér lágmark tvisvar í viku, oftar. Á miðvikudögum og laugardögum? Já. Ok, og hitt náttúrulega áttu bara með prógram frá honum, en segir hann hvað þú átt að lyfta þungt alla dagana? Já, ég fæ bara plan frá honum, bara kílóið, bara öll kílóin, alla lyftur og bara rep-skím og allt sem ég á að taka og tek það upp og senda á hann og hann fer yfir alltaf æfingarnar hvernig eins og dag yfir myndböndin. Gerir hann? Já, hann gefur mig feedback alla dag. Eða það? Já. Og svo segir hann við mig, kannski daginn eftir á miðvikudögum eða laugardögum bara, já, og hérna á þriðjudaginn þú veist, þá er hann alveg að referensa vísa í lyftur sem ég gerði fyrir vikunni, þannig hann horfir á þetta allt, sko. Geggjað. Ok, það er útrúlega mikilvægt fyrir íþróttafólk að hafa einhvern svona sem er 100% með manni, sko. Hann er alveg bara, þú veist, ég er virkilega heppin með hann, sko. Já, þannig að þú æfir svona 3,5 tíma á dag, svo ertu að læra að vera læknir. Svona til hliðar. Já, og hvernig, þú veist náttúrulega þá í skóla, þú mæti tíma, það ekki? Já. Líka núna er ég komin í klínikina sem er fjórða ár og svo 5. og 7. ár líka. En það er bara upp á spítala, bara 8-4 á deildunum, bara í rauninni að læra að vinna, skilur. Þannig að ég er 8-4 upp á spítala alltaf það. Og svo fyrir æfingu. Svo fyrir æfingu, ok. Þú ert ekki þreytt á æfingu með það? Já, þetta er bara svona, maður venst þessu, skilur. Já, þetta er bara svona rútína. Já. En af hverju læknir? Það hefur alltaf bara verið eina sem að ég hef áhuga á og það eina sem að mér finnst make a sense fyrir mig og eina sem ég hef áhuga á að gera í framtíðinu, sko. Okay. Það er bara svona, ég sé bara ekki fyrir mér að geta að nenna að vinna við neitt annað í rauninni. Já. Þú veist. Hefur alltaf verið svona markmiðadrifin? Já. Já, fljótt að svara. Bara ég get sagt þér bara já. Og þú veist, hvernig læknir heillaði? Þetta er svo... Er maður ekki alltaf að skipta skoðun þegar maður er að læra? Maður er alltaf að skipta skoðun. Ég er nýbúin að skipta skoðun. Okay. Eftir að ég kom inn á spítalann, þá skipti ég skoðun. Núna, en ég ætla að setja stóran fyrirvara. Ok, þú veist, það er 19. desember? Já, sjáum svo til að þú veist 5 ára, 10 ár, hvað ég valdi. Já.
Núna finnst mér bráðalækningar mjög heillandi. Já, það er svona action. Ég fíla aksjón, ég fíla álag, ég fíla svolítið streituumhverfi, þú veist, ég þrífst vel í þannig að sem að bara go, mikið að gera. Taka ákvörðanir. Já, mér finnst ekki gaman að sitja inn í herbyggi í marga klukkutíma á dag, þú veist, í tölvuvinnu kannski, en þú veist, auðvitað náttúrulega Fylgir að bara þetta fylgir starfinu auðvitað að þú veist, já, en mér finnst bráða einmitt núna áhugaverðar. En hvað var áhugavert áður nú kynntist bráða? Þá var ég að pæla í bæklunalækningum Já. eða mér fannst lítalækningar áhugaverðar. Já, Söngunin fer maður inn á deildirnar og þá áttum við að sjá því að þetta er allt öðru sem maður hélt kannski. já, Þú veist, maður er með einhver eina sína einhverju og svo kemur maður inn og þetta er bara allt öðru sig. Og ég var ekkert að pæla í bráða og svo fer ég þangað og þá finnst mér það geðveikt, sko. Þannig að mér varst það mjög skemmtilegt hvernig þau vinna, þannig að ok. en svo er bara komið ljós, þú veist, ég veit ekkert hvað ég mun enda, sko. Já, þú ert eftir að prófa Kannski enda ég bara sem lyflæknir eða eitthvað, þú veist, maður veit það ekki. Er það sant? Mér finnst það mjög óleiklegt. Mér finnst það mjög óleiklegt að ég þekki sjálf á mér. Já, ég get ekki ímyndað mér að það sé nóg mikið action fyrir Nei. svona mannski eins og þig. Nei, ég held ekki. Nei. En eins og recovery og svona, þú veist, nú ferðu að labba á eitthvað, en hvað gerur annað fyrir recovery? Ferðu í nudd eða? Já, ég finnst þess að ég er með svona sjúkra þjálfari að hann er osteopati, hann Unnar Helgason. Já, við vorum saman í bekk í smá stund, sko. Hann er æði, hann er frábær. Hann toppgæði, sko. Já, og hann hefur séð mig núna örugglega í 2 ár. Já. Farið með mér á mót, þú veist, og verið með mér bara þar og þú veist, þannig að og hann heldur mér í góða standi, sko. Já, og hvað er hann að gera við? Ég þarf nefnilega að fá hann inga, sko, Unnar. Þú kemur í hugsa. Já. En hvað er hann að, þú veist, hvað er hann að gera við þig? Sko, það fyrir, þú veist, ég kem bara inn og hann spyr bara hvað er mest að truflaði núna, skilur, og þá bara vinnum við í því. Oftast er það mömmu mín, ég með, þú veist, mér er illt í mömmunni, oft. En hann er búin að halda því alveg í skefjum, bara mjög vel. Og svo bara koma upp, skilur, stundum er maður á æfingu og maður meðist eitthvað smá í bakinu, smá þarna og þá bara hoppa ég til hans og hann græjar það á no time, sko, þannig að Já, og þú veist, er þetta svona teygjur og íta og eitthvað eða sem hann er að gera? Já. Nei, hjá mér er það yfirleitt bara mikið stífleiki sem þarf bara að losa og þú veist. Þú veist, þannig að hann er að bara svona teyja þér. Hann er að nutta frekar. Ok. Þú veist, bara osteopati, ég er ekki alveg alltaf búin að átta mig á þessu, sko. Nei. Mér finnst hann að vera svona bara blanda af bara svona, þú veist, ég veit ekki hvort það sé að segja eitthvað algjört bull núna. Nei, þín tilfinning. Sjúkraþjálfari og kýrópraktor því hann er að nutta, hann er að gefa mér styrktanæfingar, hann er að hnykkja, hann er að gera allt og hann horfir mjög mikið á líkamann svona í heild, skilur. Þannig að hann pælir mjög mikið í því, ok, þeir eru illt hér en af hverju, þú veist, er eitthvað annað, þú veist, en þú veist, mér finnst það bara, hann hefur bara mjög góð tilfinningu fyrir þessu og fyrir hvernig minn líkami er og hvernig ég þarf að virka til að æfa því hann alltaf þekkir bara líka íþróttina vel. Já, einmitt, já, hann var í þessu. Já, þannig að hann veit alltaf. Hann var yngri og hann veit alltaf hvað ég er að tala ef ég segir bara, heyrðu, ég var hérna að klína, ég lenti svona, ég púlaði stöngina svona og þá er hann bara, já, ég skilði bara, ég veist, já. Já, gaman. Ég held ekki að hann myndi verða þessi aðli, sko, en það er svo gaman þegar fólk finnur sig í einhverju. Algjörlega. Heyrðu, en eigum við að vinda okkur í þetta ár? Það er nefnilega, það eru stór mót sem þú fórst á. Mér langaði svona kannski bara aðeins að svona renna eiginlega yfir þau og þú kannski kemur með eitthvað feedback. Já. En í febrúar þá var það Evrópumeistaramót. Var það bara Evrópumeistaramót fullorðina? Já. Þú endaðir í 4. sæti. Já. 105 snörun, 125 kíló klínadjörg og tótal sem sagt 230. Já. Hvernig segðu mig frá þessu móti? Sko, þetta var næst síðasta mótið í Ólympíu úrtökuferlinu fyrir mig. Já, fyrir Ólympíuleikana. Já, og svo fórstu þetta Phuket. Já, næsti. Já, ok. Þannig að það var mikið undir. Það var mjög mikið undir og ón á það þá vissum við að ég ætti möguleika á að komast á velunapall. Okay. Þannig að við vorum svolítið með svona 2 stór markmið í einu sem var auðvitað bara að lyfta eins mikið ég gat og reyna að komast bara hærra setja bara mína á blaðinu eða þú veist, bara klifra upp svona rankingstegan. Já, því að til þess að komast á Ólympíuleikana þá þarf þetta að vera eitthvað topp 15 eða ekki? Topp 10. Topp 10, já.
og þú safnar stigum á þessu mótum, Já. þau gefur örugglega mismörg stig eða ekki eftir hvað stór mótin eru. Nei, þetta var 5 mót og það er bara besta mótið bara í kílóum og svo bara rauðið eftir kílóum. Þetta var bara rosalega Klipptaskorið. mjög klipptaskorið. Ok, þannig þú ferð á þetta Evrópumeistaramót, fannst þér ekkert skrítið að vera, eða svona ógnandi að vera á fullorðinsmótinu? Nei, Alveg sama. já, þú veist, ég hafði farið á EM áður. á Já, fullorðina, ok. þú veist, þannig að það var ekki það, sko. Nei. Maður er farin að venjast núna og vera bara góður og líka bara árið áður, þá var ég búin að fara á Grand Prix 2 svar og HM fullorðina 2 svar, þú veist, þannig að maður var alveg búin að fara á þessi stóru mót, sko, þannig að maður var alveg byrjað að venjast. Ok. En já, þannig að það var einmitt það mikið undir, maður vildi náttúrulega bara lyfta eins miklu í gat til að ranka hærra og svo ón á það einhvern veginn lesa leikinn og sjá hvernig flokkurinn væri og komast upp á pall, þú veist, á velunapallin. Er þetta sko taktík, þú veist, Já. er þetta bara eitthvað svona, heyrðu, ok, þessi er að keppa, hún byrjar örgli, Já. þessari, þú veist, eða þegar þú ferði í viktun og setur niður upp á stingdina, Já. sérðu hvað hinn er að gera og Nei. getur breytt eða? Já, það er bara málið, þetta er rosalega mikill mind game Ég trúi baksis. því, já. Og það er bara sem að held ég fólk átt að sér minnst á er að eiginlega allir leikurinn er í gangi baksis. Svo kemur maður fram og tekur inn á lyftu sem er auðvitað gaman að horfa á, Já. en allt sem er búið undanfarin að því, þú veist, hvað er þess að gera, hvað er hún að lyfta og svo er fólk að, þú veist, þú þarft að setja inn tölur í opnun, sumir setja inn tölur í opnun til að, fokka hinum, skilur. mátt alveg blóta, afsakið sko. orðbræði, skilur, Já, bara, mátt alveg. bara til að fokka í hausnum á hinum. Já. Þá sér maður er bara, hún er að opna þessu, bara hvað? Sér hvernig er hún svona sterk, þú veist, eitthvað Shit, svona. ég myndi elska Já, þetta. og svo þú getur stólið klukku, þú veist eins og ég sagði, Hvað þýðir það? þú hefur mínútu Já. til að lyfta Já. og þú getur einhvern veginn, sko, ég eiginlega skildi ekki sjálf, þú veist, þjálfur minn bara sér þetta, Já, en þetta er eitthvað þannig að ef þú sérst feilar lyftu og ætlar að taka hana aftur og það er engin annar að fara að taka á eftir, þá færðu 2 mínútur í staðinn fyrir 1, af því þú veist, þá færðu aðeins meiri tíma til að hvíla þig. já, Þá getur annar verið skráður í sömu þyngd, þú feilar og þau eru ekki enda búin að hækka sig upp, svo sjáu þau að þau feila og þau leyfa kerfinu sérst að rúlla, þannig að svo er hún með næstu lyftu en þá hækka þau sig og þá ert þú einhvern veginn á blaði ekki á eftir sjálfur nei. þá færðu minni tíma. Í alveg, þetta er mjög flóki og ég eiginlega bara reyni ekki að skilja þetta sjálf, sko. Bara með fólki í þessu. Já, svo getur þú lagst einhvern inni og þú veist, þetta er alveg taktík, Það er alveg sko. einhver taktík Já, á baku. Okay, já. þetta vissi ég ekki. Nei, þetta en er ég get nefnilega- alveg ímyndað mér, sko, ég myndi vera að reyna að Já. fokka í hinnum, sko. Já, ég held að það sem bara gaman ef maður skilur leikinn, sko, Já. að þá er það ógeðslega gaman að vera í þessu og maður er alveg svona, þú veist, það fær enginn að sjá hvað þú ert að plana að gera og þú ert að reyna að sjá hvað hinn er að gera Já. og svo náttúrulega þú ert að hita upp, þú veist, þau segja bara móti byrjar klukkan 5, segjum það, en þú veist ekkert hvort að þú sért fyrsta lyfta eða 10. lyfta, þú ert einhvern veginn að reyna að lesa það út, svo gæti verið að þú ert búin að tjekka, ok, það eru 10 stelpur undan mér og svo hækkar allar og allt í næst þú næst. Já. Þú veist, en 10 stelpur undan þýðir korter af lyftum, fattaru, og þá ert þú kannski að gera ráð fyrir að vera ekki komin í rétta þyngd fyrir eftir korter. Nei. Og þú verður bara að vera alltaf rétt. Já, 100%. já, og þetta er það sem gerir mann mjög stressaðan baksveis, maður er bara, þú veist, ok, ég vil vera tilbúin en ég vil ekki vera búin með síðustu lyftuna og býða í korter, þá ertu bara hann kaldur á hann að fara fram á svið, þú veist, þannig að maður er alltaf einhvern veginn, þarf að vera on, ekki of on, og þú veist, þetta er, Vá, ég vissi þetta ekki. já, þetta er miklu meira en maður sér, sko. Ég held að ég myndi örugglega hafa meira gaman að þessu heldur en lyftingunni sjálfum. Það er bara málið, þú veist, Ég þarf að komast í teimið þitt svo ég geti fengið að kynnast þessu baksviss. nákvæmlega, þetta er ógeðslega spennandi, sko. Já, ég trúi því. Hefur einhver tíma bara náð þér alveg úr jafnvægi? Nei, Nei. af því ég fer alltaf inn í mót með þá hugsun, ég er ekki að keppa við neitt, þú veist, það er enginn einna sem ég er að fara, ég er ekki að pæla neinum, Nei. heldur bara mér. Ok. Þú veist, ég er bara búin að ákveða, ég og þjálfari minn ákveðum fyrirfram hvað þyngdir ég vil taka og það er eina sem ég er að pæla í. Þannig að þú veist, þótt að einhver hækki eða lækki eða eitthvað, skiptir mig ekki máli, ég ætla bara að taka þyngdina mína. Ok. Og ég funkar að best hannig, Já. þú veist. Já, maður þarf að læra sína taktík. En þú veist, eins og ef að við erum að, nú mátt fáið sopa, sko. Takk. Hún er alltaf að reyna að drekka svo, ég er að reyna að lengja spurningarna svo hún ná að kyngja, sko. Herði, nei, þannig að þú veist, eins og bara, þú ert að velja þyngd og eins og þarna
á Evrópumeistaramótinu, þá ertu að fara 105 kíló í snörun. Í hverju byrjar í 100 kílóum eða þú veist, hversu mikið ertu að hækka milli, því að svo getur náttúrulega þyngd númer 2 klikkað. Já, Þarftu þá að taka hana aftur eða máttu þyngja? þú ræður, það bara fyrir eftir hvað Já. treyst þér í. Ok. Og sumir finnst fínt að taka 5 kíló stökk í snatsi, sumir vilja taka 2. Ég held að sé mjög öðvöld að sjá hvað mér finnst fínt að gera. Þú veist, að þú myndir skoða bara lyftunar mínar, ég er mjög mikið í 3 kílóum. Ok. Þú veist, og þetta er líka það sem að, þú veist, þjálfarar minn gerir og aðrir þjálfarar gera er að þú stúderar fólki sem er í grúppunni henni. Ok, þú veist, hún er vön að þyngjum svona, þetta er vanlega hennar leið til að vinna sig upp, skilur þannig að þá veitum við að ef hún gerir þetta, þá mun hún taka þetta, þú veist. Maður er alveg búin að tjekka á Gerir þú það eða gerir þjálfarinn? þjálfarar minn. Já. Eina sem ég geri er bara að hugsa sjálf á mig Einmitt. og hvað ég er að fara að lyfta. Nákvæmlega. Maður þarf að vera svolítið sjálfkörur. Já, nei, en þú veist, maður bara veit sín hlutverk, Já. það er bara, þegar maður er orðinn íþróttamæður, þá er maður með teymi Já, og teymið, það er allir með hlutverk, nákvæmlega. það er bara þannig. Svo er Íslandsmeistaramótið, það er í maí og ég gerir ráð fyrir að enginn hafi unnið í því. Nei, það gekk bara vel og ég var Íslandsmeistari. Já. Og svo fórstu þarna til Phuket Já. og hvenær var það aftur? Það var í apríl, það var mjög stuttu eftir EM. Já, EM var nefnilega sko, ég var með 230 já, og pallurinn var með 231 kíló. Ég var rosa nálægt pallurum og það var mjög fúlt, það er auðvitað svona sárasta mótið, eða þú veist. Og það hefði verið mjög gaman að ná hana pall, en maður þarf bara að gera það setna. já, nægur tími fyrir þig. En já, svo bara 4 vikum setna eða eitthvað var ég komin til Phuket að keppa þar. En hvernig er að sko, það nú setja topp alltaf á réttum tím? Þjálfarinn hlýtur, þú veist, já, ég vona að hún sé greitt mikið peningu fyrir þetta. Man þarf að hugsa mjög mikið og pæla Já. mikið í þessu, sko, já. Og svo þetta máli er á eðlulega ári, það ertu kannski með EM, HM, NM Já, og þú veist Íslandsmót eða eitthvað. já, Þannig að það er léttara ef þú ert með 3 mót á ári að þú veist taka svolítið svona gott cycle og toppa sig á réttum tíma, en í þessu ólympíuferli það var bara mót, Já. 6 vikur, mót, 6 vikur, þú veist, það er mjög erfitt. einmitt. En við náðum alltaf að hann náði alltaf að prógrama þetta og plana þetta virkilega vel, sko, þannig að ég var alltaf mjög vel undirbúin þegar kom að því, sko, þá leið mér mjög vel og ég var í góð standi. Og Phuket, Já, það er sér rétt. Phuket. Phuket, já, ok, ég var að hugsa hvernig ég skrifaði. Já, þú ferð þangað og það var síðasti sensi. Það var síðast sem Ég manni ég var að fylgjast með því. já. Og segja okkur frá því. Já, það var svolítið mikið undir þar, maður var alveg stressaður, sko. Því þá varstu hvað, í 14. sæti eða eitthvað? Já. Og það eru 10 sem Það komast. er 10 sem komast. Já. Og þetta var svolítið svona bara, þú veist, þú þarft bara að gefa allt í þetta, þú verður bara svolítið að gera pínu klikka hluti og hugsa bara, þú veist, svona allt eða ekkert, sko. Já. Sem að, þú veist, á EM í mið febrúar, þá opna ég 125 í klíðandörki og ég feila 129 tvisvar. Ok, 6 vikum síðar í Phuket, þá opna ég 130, já, þú veist. einmitt. Svo bara dagsformið og allt, sko. Já, en maður þurfti bara að vera pínu klikkaður, skilur. Og ég sem sagt snara, ef ég man rétt, 103, ég man ekki, 2, 6, 8 var held ég rauna mín þarna úti. Hvað þýð það? Eða 103, 106, 108. Já, ok. Þannig að ég náði 103, ég náði 106. Ef ég hefði náði 108 þá hefði náttúrulega gert klíðandörkið öðuldara fyrir mig. En ég náði ekki 108. Og þannig að mann er ekkert alltaf að ná. Nei. Ok. Þú veist. Er það ekki vonbrigði? Jú, en svo er þetta líka bara, þú veist, þú ert einhvern veginn bara auðvitað langar mann að ná 3. En svo er líka mjög auðvelt að, þú veist, það hefði verið jöfnun á bestu lyftinni minni, bara all time bestu lyftinni, þannig að líka mjög skiljanlegt að þú ert ekki alltaf að fara að ná því. En auðvitað vill maður ná því, en það gengur ekki alltaf, sko. Nei, og ef þú myndir fara í eitthvað safe, þá væri við kannski bara, vá, ég hefði Hefði kannski pússað ná meira, 1 kíló meira. Já. Frekar að, þú veist, ég náði þarna 106 og ég náði ekki 108, þannig ég veit að ég var á réttu bili, skiljum. Ég var kannski 107, Einmitt. en þú veist, það er ekki að, það er svona ef og hefði líka, sko. Já. En í klínutjörk? Í klínutjörk þá opnaði ég 130. Já. Sem var held ég átti 131 á þessum tíma, þannig ég opnaði 1 kílói frá maxinu mínu. Ok. Og ég sem sagt tognaði, meiddi mig eitthvað í olbónum í snatsinu undan. Þetta var svolítið svona, þú veist, bara, maður var bara svona, þú veist, þú ert bara að gera, þú ert að gera bara allt sem þarf. Gerði allt sem Já.
og 130, svo settum við 34 stöngina og ég reyni við það tvisvar og í hvorugt skipti, en það hafði komið inn á Ólympíuleikana, sú lyfta. Shit. En það er bara svo það er. Það er svolítið þannig. Já. En sko, þannig að þú ferði ekki Ólympíuleikana, Nei. en þú varst eitthvað svona wildcard. Já. Það var möguleiki, Já. alveg svolítið tíma og minnir þá að mér þurftur eiginlega bíða einhverju 2 mánuði og vera tilbúin. Já. Ef það skildi koma. Það var nefnilega ekki gefið út fyrir í lok júní. Já. Hver fekk þetta wildcard. Einmitt. Og þá þurfti ég að æfa eins og ég væri að fara að fá þetta kart, skilurðu. Þannig að ég hélt mér í standi fram í júní. Já. Þannig að engin pása, eða þú veist, og svo fæ ég ekki þetta boðsæti. Og stutt eftir það er síðan bara byrjar að preppa fyrir NM. Þú veist, þannig að þetta var ekkert off-season, maður tók ekki enga pásu, sko. Hvernig leið þér? Bara merkilega vel, sko. Svona með við allt, sko, þá leið mér bara freka vel. Af því að ég held að sé líka bara, ég get hort tilbaka og verið bara mjög stolt af þessu og mjög sátt með þetta. Sammála því. Þú veist, ég held að þetta sé bara, þú veist, ég er bara frekar stolt af öllu sem við gerðum og við lögðum bara allt í þetta. Einhver sagði mér að ef þú hefði komist á ól, þá hefði árangurinn þinn líklega eitthvað komið í 7. sæti eða eitthvað. Já. Já. Þetta er ótrúlega fúlt bara, skilurðu, það er svo leiðilegt að vera í íþróttar sem að komast bara 10 mannsinn. Þú veist, og maður er þarna með tölur sem að, eins og núna er ég með tölur sem hefur döðað í 7. sæti á Ólympíuleikana, á meðan margar aðra íþróttir eru kannski með 40 sæti í boði. Einmitt. Þú veist, og þá... En þeir eru náttúrulega með svo marga þyngdarflokka. En svo hugsa ég þetta líka, þetta er allt svona smá, þú veist, eins og í sundi, þá eru þau með fullt af mismunandi vegalengdum, þú veist, þetta er... Já, í frjálsum líka. Já, þú veist, þannig að þetta er mjög svipað, þú veist, það er bara ákveð... Já, það er að horfa á þannig. Já. En svo ertu að útskrifa sem læknir 2027, mun taka 1 ár án skóla og æfa fyrir 2028 leikana. Já, það er planið. Það verður doktor á næstu ól. Já. En bara, ég fór alltaf inn að fletta upp bara eitthvað svona smá fun fact. Veistu hvenær konur kepptu í fyrsta sinni á Ólympíuleikunum? Konur í lyftingum eða konur... Ólympískum lyftingum. Var það ekki 96 eða 2000? Það var Sydney 2000. Er það ekki? Já, hvað stutt síðan. Ég veit það. Ég manna myndi hugsa, þetta eru bara 50 Ólympíuleikarnir þar sem konur með að keppa. Er það ekki? Það er eiginlega ennþá meira crazy. Já, 2-4. Ég held ég hafi verið að reikna eitthvað þannig, tella þetta þannig, en ég man ekki alveg. Og svo voru ólympískar lyftingar eða lyftingar. Það var fyrst árið eitthvað 1896 og þá var það sem hluti af field events á frjálsum. Í alvöru? Já. Þetta var bara svo kúluvarp eða eitthvað svona. Þú veist, það var bara kúluvarp, slækjukast og svo bara lyftingar. Nei, ég vissi það ekki. Nei, og það var keppt í einnarhandalyftingum. Já. Og svo 2 handa. Þannig að 1908 var svo keppt í 2 handalyftingum með handlóð. Já. Árið 1928 var one hand lyfta tekin af dagskrá og síðan þá hefur þetta verið 2 handalyftingar. Jáhá. Þetta svo fyndið. Já, ég vissi þetta ekki. Nei, ég hef bara aldrei spáð í þessu. En já, þú ert eiginlega í frjálsum, sko. Já, það mætti segja það. Tæknilega séð, sko. Ég er basically í frjálsum. Já. Það er cool. Já. Herðu, en október, Norðurlandamót. Já. Þú endaðir stiga hæst á öllu mótinu og það þessi Sinclair stig. Já. Ok, segð okkur frá því. Sinclair, þú veist, þetta er bara, það væntanlega tekið þyngd versus kílógrammaflokkur og hvað þú ert að lyfta mikið með við þína bodyweight eða eitthvað. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, af því við erum með nokkra þyngdarflokka og auðvitað er einhver sem er 45 kíló, lyfti minna en þessi sem er 87 plus, þú veist, það er bara gefið og þannig þá var þetta svona, þetta er formúla sem var búin til að bera saman, bara hvernig getum við einhvern veginn borið allt þetta fólk saman og þá er bara tekið sem sagt líkastengdin og þyngdin sem að þú lyftir, setningu formúla, það er einhver, þú veist, stöðull eða eitthvað bla 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 og þú fara út stig. Og þannig geta þau svolítið svona jafnað svona the playing field, skilur. Okay. Og ég sem sagt vann þá mótið í mínu þyngdarflokki og svo var ég hæst yfir alla, þannig að þetta er svolítið að segja sama hversu þungið að veri í öllum flokkum hefði ég unnið. Einmitt. Það er ekki ekki. Það er mjög cool. Ég held að þetta sé fyrsta sinn sem að Íslendingur vinnur best lyftir á NM. Ég las það. Já. Einmitt. Ég held það sko. Þannig að þetta er í október og svo er líka EM undir 23 í október. Já. Þar sló okkar kona í gegn. Já.
Evrópumeistari í ólympísku lyftingum í 71 kg flokki á undir 23 ára. Norðurlandamet í fullorðinsflokki í samanlegum árangri og þar tókstu 104 kg í snörun, 133 í jafnhendingu er svo ljótnafn, það er bara clean and jerk Já. og hérna samtals 237. Þetta er stiga hæst allra á Evrópumeistaramótinu. Já, og það var rosalega skemmtilegt og það var sko, að þetta mót var svolítið svona aðal markmiði í haust. Já. Við vildum, þetta er síðasta ári mitt í 23 og við vildum bara klára þetta með stæl og bara enda á toppnum og ná 3 gullum. Þú veist, þú fær verðlaun fyrir snats, þú fær verðlaun fyrir clean and jerk og þú fær verðlaun fyrir total. Þannig ég vildi ná 3 gullum. Síðan segir þjálfarinn minn við mig held ég bara kvöldin áður, sko. Bara, heyrðu, ég er búin að leggjast yfir þetta og þú átt alveg möguleika á að vinna mótið bara heilt yfir alla flokka. Og ég hafði ekki hugmynd um það, skilur, ég var bara að byrja eftir að grínast, skilur, og hann segir, en þú veist, pælum fyrst í bara að koma á pall, þú veist, pælum fyrst í því, svo sjáum við til hvað gerist og við reynum að koma þér í best lifter, þú veist. Já. Og þess vegna tók ég 133. Það var fyrir best liftina. Og hver var, á hverju byrjaði? Það var bara málið í snörun, þá ætlaði ég að opna 98. Af því þá ætlaði ég bara að sjá hvernig flokkurinn minn þróaðist og bara síðasta lifturinn flokknum, þá ætlaði ég að koma á að taka næstu og bara tekja mig gullið í fyrstu. Og svo sem var næst í snatsi var Guðný, var það ekki? Hún fæk held í silfur í snörun með 96. Eru samt líka sér velun fyrir hvert flokk og svo samanlagt? Já, þannig að í þyngdaflokk, þú getur unnið þyngdaflokkin og svo er einn á mótinu sem vinnur heildina. Ok, ég held að vera að tala hún, þú veist, þú getur unnið fyrst, annað, þriðasæti í snörun bara. Jú, þú getur það líka. Okay. Það er velunapalli fyrir snörun, það er velunapalli fyrir clean and jerk og það er velunapalli, já. Okay, þannig að Guðný tók minn í nokkuð sem ég sé að segja, hún fekk silfur allavega og það var held ég fyrir 96 kg snats. Og ég opnaði í 98 og missa hana, bara missi opnarlyftinu mína og ég var bara svona, ó nei, bara þetta er ekki gott. Allir hínu, yes. Og þannig að ég þarf að taka hana aftur. Já. Þú veist. Þú verður að taka opnarlyftinu. Ég hefði alveg getað þyngt, en þá hefði ég kannski verið að taka sensin á að missa hana og missa gullið og þú veist, að því ef þú missir 3 lyftur og nærð yngri lyftu á blað, þá áttu ekki sens í tótal. Nei, ekki sens. Þannig ég tók 98 aftur, næ henni og þá var sérst, en planið okkar var 98, 101, 104. En það ná ég bara eitt sens eftir, þannig að hvernig ætla ég að koma upp í 104, þá þurfti ég að taka 98, 104, 6 kg stökk, sem er mjög óvanlegt í snörun, maður tekur vanlega ekki svona stór stökk. Ég þurfti bara að gera svo vel að gera það, ef ég vildi eiga möguleika á bestlifter. Og það heppnaðist, þannig ég tók 104 í 3. tilraun og náði því, þannig að þá er ég ennþá svona in the running fyrir bestlifter. En þegar þú ferði vigtun og segir, ok, ég ætla að byrja í þessari þyngd, þú þarft ekki að segja svo ætla ég að taka þessa, svo ætla ég að taka þessa, svo getur svo bara þróast. Já, þú segir bara fyrstu eftir það. Ok, en svo ferðu í hjapnhendingu. Já, clean and jerk. Ræðilegt orð. Ég held ég að tekið 25, 30, 33. Held ég manna ekki alveg en ég held það. Og þá var það bara sama, 25 í rauninni bara til að tryggja gullið, 30 til að koma mér bara þyngra og vera tilbúin að taka síðan 33. Náðu 33, þá er ég komið gull í allir, þú veist, í snats, clean and jerk, total og með nógu gott total til að vera alveg frekar líklega á að vinna bestlifter sem að ég svo gerði. Gekja. Herðu, það var að loka mótið, heimsmeistaramótið sem var bara núna daginn og hvað var þetta í Dubai eða? Þetta var í Bahrein. Og bara lengst þetta raskati og það var djöfs vesn að komast ánga, missa alls konar flugum að það gefa eitthvað. En þar endaru í 4. sæti og þetta er bara fullorðinsflokkur, þetta er ekki einhver aldurs. 107 kg snats, 132 clean and jerk og total 239. Og einmitt árangur sem hefði komið inn á Ólympíuleikana. En 4. sæti á HM, það er náttúrulega, það er geggjað. Það er pínu galið, sko. Áttirðu vonaði? Nei. Hvar sástu fyrir þér á Getilent? Ég var að skjóta á topp 10 og að vera þá örugglega þarna í kringum 8-12 skilur og vera vonandi innan topp 10. Þú veist, það hefði verið, skilur, eftir á hyggja ef að
ég hefði ekki, þú veist, ég hefði verið bara hoppandi glöði við 10. sæti, sko. Nei, Það var bara það sem ég var að stefna. Svo einhvern veginn þróast þetta svona og ég var bara í pínu sjokki, sko. Ég bara bjóst enga veginn við þessu, sko. nei. En þú veist, á EM þá endar í 4. sæti líka í byrjun ás með 230, þarna er 239. Hvar hefði 239 sæti á EM? Ég held fyrsta, sko. Ég held það. Ég þóri ekki alveg að fara með það. Nei. Ok. En fyrsta held ég, sko. Og hvernig, segðu okkur aðeins frá HM? Herðu, þetta var þvílegt bras að því, sko, eins og ég sagði, þú veist, toppurinn á þessu sísoni átti að vera EM, þú veist, HM var ekki endilega stóri markmiði, sko, en auðvitað vill maður fara ánga og standa sig vel og vera í góðu formi og allt þannig, en ég var sem sagt var í lokaprófum í skólanum, enda einhvern veginn á að fara í endaextratöku viku fyrir, þetta var bara svona allt í volli. Hræðilegt. Já. Og ég var bara heima og ég bara, hvað er að gerast þetta? Skilja, ég á núna að vera að æfa, þú veist, og á að vera bara á svolítið góðu róli og það er einhvern veginn ekkert að ganga upp. Og maður var alveg orðin, sko, vel stressaður og svolítið svona farin að efast. Flýg svo út, ferðalagið er hræðilegt, þú veist, við missum af 3 flugum, við þurfum að taka einhver 4 eða 5 flug til að komast þangað og missum af 2 nóttum af svefni. Já. Og, þú veist, auðvitað, ég var alltaf að segja við sjálf mig bara, þú veist, ok, það skiptir ekki máli, þú getur alveg performa þrátt fyrir þetta, þú veist, við ætlum ekki láta þetta hafa áhrif, en maður veit alveg að missa af 2 nóttum af svefni er bara rosalega mikið fyrir líkamann, sko, og maður er lengi að vinna það upp. Hvað er mikil tímamismunur? Það var samt bara 3 tímar. Já, ok. En það var nefnilega ekkert svo mikil tímamismunur. Nei. En hvað voru þið mörg? Þið voru allan að 3 ár? Já, við vorum held ég 5 stelpur sem kepptum. Ó, vá. Já. Og 2 starfsmenn. Já, ok. Ingi Gunnar þjálfari minn og Hrund sem var aðstoðarþjálfari. Já. Hún hvað, farangun hennar týndist og... Já, og hún var ekki við varum alltaf endurbókuð. Já, hún var ekki glimt að bóka neitt legginu eða eitthvað. Þannig að við erum 6 að farast út, við missum að fyrsta flug senka, missum að næsta, við erum öll bókuð í nýtt flug nema hún og þannig að þú veist þetta var bara svona, það var allir út allt og töskurnar tínast og það er eitthvað, þú veist, mís á flugullinum og þetta er alveg bara, mér ást að eiginlega versta völli var að sitja á einhverjum flugulli að kemur mús og hleypur við fætna, mér ást að hræðilegt, sko. Oh my god. En allavega, þú veist, gekk allt upp þar á HM, þú veist, keppnin sjálf, þú veist, allt annað var í hassi? Já, nei, ég hefði viljað, við ætlum að taka þingra kljóndjörg, miklu þingra. Veitu, þið tóku 132. Já, en það var bara máli að sem sagt, ég heiti upp fyrir kljóndjörgið, við erum komin upp í þyngd og ég er tilbúin að lyfta, svo myndast bara svakaleg bið og rosa svona teppa. Þannig allt í einu er ég búin að bíða í einhverja 7-8 mínútur og ekki ennþá búin að gera neitt og maður er að kólna og Ingi þjálfarinn minn sér bara að það stefnir bara í að ef við ætlum að halda plani og þeir annarkvort að fara baksviðs og taka aðra lyftu og mögulega bara þreyta mig, þú veist, og ná ekki að recovera þá fyrir næstu eða þá við þurfum bara að grípa gæsina og lyfta þessa sem er í boði núna. Þannig að þá einhvern veginn riðlaðist allt planu okkar sem var samt síðan bara alltaf laga því svo enda ég á að taka bara 32, gat ekki 34, þannig þú veist það er ekkert víst að ég hefði náð neinu miklu meira, sko. En skilaði mér 4. seti og ég var bara virkilega ánægð með það. Ok, ég held sko að allan að þessu spjalli að þá er þetta eiginlega komið með mest óvart. Það er þetta baktjalda pælingar. Ég hefði ekki spáð í því, sko. Mér finnst það mjög áhugavert. En ok, en út af þyngdaflokkum og svona næring, hversu grimm ertu þar? Svolítið mikið grimm. Það ekki? Jú. Hvernig, ertu í makros eða? Já, en sko, í rauninni svona helsta makrosi sem ég pæli er bara prótein. Já, mér er, ég ætla að segja nú ekki alveg sama, en ég vil alltaf ná inn 180 grömmum af próteini. Hitt má alveg vera aðeins til að frá, skilju, en ég finn bara langmest að muna mér að því ég næja bara nóg mikið prótein. Ok, og hvernig lítur próteindagur út hjá þér? Það er 200 grömm skyr í morgumat. Það er hádegismatur með einhverju... Hvernig skyr? Kaffiskyr. Kaffiskyr, ok. Hann ein svona dós. Já, ein dós með, þú veist, auðvitað með einhverju svona, þú veist,
gúrmelega skilur, Já. fæ mér einhver hindber og banana og granóla og eitthvað. Hádegismatur er, þú veist, kjúklingur, hakk, eitthvað svona kjöt, þú veist, 200 grömm eða eitthvað. Millimál er annálskyr, hreint skyr, 250 grömm, hleðsla, síðan er kvöldmatur og þá er aftur, þú veist, 200 eitthvað grömm af einhverju svona dýraafurð, þú veist, kjöti og eitthvað. Og svo, þú veist, vanalega er þetta nóg, pluss kannski fæ mér protein shake eða kasein fyrir svefnin. Já. Þá er ég oft komin inn í ágætlega gott skilur, en svo auðvitað er ég bara duglega að skrá og passa bara að ná þessum 180 lágmarki. Ertu ekkert í eggjum? Nei, vola lítið. Vá. Nei, bara eiginlega ekki neitt. Ég held ég borði bara mjög sjaldan egg á daginn. En mér finnst það ekki vond, mér finnst það góð að ég borða egg, sko. En ég bara komið með svo ótrúlega fast að ég borða eiginlega bara alltaf það sama. Já, þetta er bara rútína. Já, og bara egg einhvern veginn er ekki einu mati. Ertu þá að elda hádegismatinn og... Já, á sunnudum þá ger ég hádegismat fyrir skólan. Já. Og svo eru þetta kvöldmatur bara heima sem ég get greiða. Ok. Ef fólk vill byrja í ólympísku lyftingum, hvað skrifa það að taka? Já, þetta er svolítið flókin spurning, sko. Af því að ég man allan þegar ég var að byrja, þá var ég mjög týnd. Já. Og komandi úr fimmleikum, það sem er bara, þú skráði þig bara í félag, þú ert bara settur í hópurinn æfir, hér, og þú ert með þjálfara, og það er mjög mikið utanumhald. Ólympískar lyftingar er ekki þannig, og það er það sem að ég átti erfast með þegar ég var að byrja, var, ég og mamma og pappi vorum bara svona, hvernig virkar þetta? Hver getur hjálpað mér? Já. Og ég var bara mjög mikið ein í Reykjavík, bara eitthvað að, þú veist, lyfta og skrá mig bara einhver mót, og þú veist, eins og ég segi þetta, þú veist, baksviðs, og þú þarft að kunna á leikinn, það er mjög, þú veist, þetta er pínu flókið. En ég myndi segja að þú getur farið, sem sagt, þú getur annarkvort heyrt bara í einhverjum hjá LSI, beðið ráð, skilur, bara beðið þau að benda þér áfram. Þú getur farið í svona Óli námskeið, ég held að langflesta crossfit-stöðvar á Íslandi eru með einhvers konar Óli námskeið. Lyftingafélagið, það er lyftingafélag Reykjavíkur í Cross Reykjavík, þar er náttúrulega fullt af fólki að æfa ólympískar lyftingar. Þú ert með lyftingafélagið Kópavogi og alls það, sko. Þú veist, það eru ólympísk lyftinganámskeið út allt, ég sé það í Mjölni, það eru World Fit, þú veist, ég held maður þurfa bara svolítið að taka bara byrja, finna einhvern, bara spjalla, vera duglegur að spyrja fólk sem að þekki kannski betur til, bara hvað myndir þú gera, hvert ráðlegu þú mér að fara, það er það sem ég gerði, ég var bara mjög dugleg að spyrja alla, bara, og hvernig gerur þetta, og svo bara, svo allt í einu bara er maður komin á gott ról og, þú veist, svo rúlar þetta bara, en þetta er bara pínu svona hark í byrjun. Okay. Herriðin, hvað er framundan 2025? Herrið, það er næsta mót hjá mér er EM, svona stór mót. Er EM á hverju ári? Já. Ok. EM og HM fullorðna er á hverju ári. Í alvöru? Já. Já. Áhugavert. Sem er svona volið gaman. Já, það er gaman að fara aftur og aftur og aftur. Mér minnir í frjálsunum að setja mitt EM eitt árið, HM eitt árið, þú veist, eitthvað svona, þessi skipti svona eitthvað, en þess vegna er ég kannski hissa, en kannski er þetta bara svona allstaðar. Men þetta er allavega öll ár hjá okkur. Já, er það á, þú veist, HM setni partinn og EM alltaf fyrir partinn? EM er alltaf vorið kringum páskana, eða bara aðeins fyrr, HM er alltaf jólin. Já, og eitthvað meira? Svo er þessi Bundesliga sem er í. Hvað er það? Það er svona þýsk lyftingadeild. Já. Þess að þau keppa, bara liða á móti liðið, keppt og svo, þú veist, vinnur þau upp, þú veist, riðilinn og svo endar á einhverju svona úrslita móti og þá ertu Bundesliga champion. Og þetta er eitthvað þýskt lið sem að keypti mig, skilur og þá flýi ég út til þeirra og lyfti fyrir þau og hjálpa liðina að komast hærra og hærra. Þannig að það er svona sem ég gerir pínu svona on the side, það er ekki alveg, það er ekki endilega eitthvað sem ég æfi sérstaklega fyrir, það er bara svona hoppa inn, já. Þannig ég kannski fer á nokkur Bundesliga mót, EM og þar er náttúrulega bara auðvitað langar með að ná pallinum, skilur, bara gera betur en síðast, ég kom með, mér langar ekki aftur í 4. sæti. Nei, við erum svolítið sett að 4. sæti. Já, ég er búin að 4. sæti tvisvar, það er nú, þurfum ekki að gera það aftur. Svo er bara Íslandsmót og svo er HM. Þarna í lok árs. Það er í rauninni núna svona aðeins meira rólera ár. Já. En svo eftir það þá byrjum við Ólympíukvalifikatiónum aftur. Þannig að þá fyrir það fullt. En hvernig fjármagnar þetta allt? Sko,
Ég á mjög góða foreldra sem eru mjög góð við mig og hjálpa mér. Býrðu rúmið þitt og tekur vélinni og... Þau eru allan að, sko, þau eru mjög skilningsrík á þetta og hafa alltaf stutt við mig. Þau veist hvað var það íþróttir. Alltaf tilbúin að stiga mig fjárhagslega þar og ég er mjög þakklátt því. Og þú veist, annars væri þetta bara ekki séns fyrir mig. Það er bara alveg hreinskilin, sko. Svo er það bara, þú veist, þessi alþjóðlegur árangur og maður fær kannski styrki hér og þar, sko. Færðu í sig svona afreksstyrki eða? Já. Ok. En þú veist, auðvitað væri gaman að vera með ennþá meira, þú veist, frá fyrirtækjum og það væri svona meiri áhugi í kringum íþróttina, skilur, af því að, þú veist, bara, þetta myndi allt saman hjálpa svo mikið, sko. Já, og svo er ég mjög spennt að sjá þetta, hvað kemur núna næsta ári með þessa afreksstefnu og vonandi bara launaskrá afreksíþróttafólks. Það væri náttúrulega draumurinn, sko. Já, það myndi nú gera helling. Já, þannig ég býð spenntast í því. Já, maður veit eiginlega ekki svona hvað ferli almennilega er að fara í gang. Þú veist, það er talað um að þið fengu þarna yfir 600 milljónir og það er spurning, þú veist, þegar þú deilur þessu, því við erum með svo mikið af alls konar flottu fólki og 600 milljónir er ekkert mikið með við fjöldan. Já, þetta verður allan í sammála, þetta verður mjög forvitnilegt. Ég krossa allan á fingur og vona það besta. Þú lítur nú að vera einhverstaðar ofalega þarna á lista hjá þeim, sko. Vonandi. En ég ætla bara að segja gangið vel 2025. Takk fyrir það. Það búið að vera mjög gaman að fylgjast með 24. Já, takk fyrir. Vonandi bara annað svona gott ár. Já, bara meira. Já. Herðu, við þökkum samstarfsaðilum kærlega fyrir stuðningin. Það er Auður, Hafi fiskvinnslun, Lemon og Nutrileng. Góðan dag. Takk fyrir að hlusta og gangiði vel að elta þín markmið. Gleðin með Silju Úlfars.